Já, góðan daginn skákmeistarar. Ég ætla að fjalla hérna yfir tvær skákir sem ég teldi deildakeppni um helgina. Ég ætla að byrja hérna á tapskák minni á móti Brewington Hardaway sem er stórmeistari frá Bandaríkjunum, aðeins 16 ára gamall. Efnilegur skákmaður og kurteis drengur. Við kíktum yfir skákina og hann er alveg laus við allan hroka og svoleiðis. En já, við skulum vinda okkur í skákina. Þetta var svona klassíska afbrigði í ríkilegvörn. Ég er með svart. Ég vildi koma á óvart hérna og legg biskup D7 sem er ekki algengasti leikurinn. En já, ég hef aðeins verið að skoða undanfari. Algengi leikir hérna eru dróning D2 og F4. En hann kom mér aðeins á óvart og drap á F6. Ég þekkti það nú aðeins. Og lék hérna riddari F5 sem er sjaldgæfur leikur. Það er miklu algengara að svartur hvítur leikir dróning D2. Ok, riddari F5 hugmyndin með riddari F5 er að ég get ekki leikið svo glatt E6 af því að þá hangir hérna á D6-piðið. Og ég þarf náttúrulega einhvern veginn að koma biskupnum á F8 í spilið. Svartur með biskupparið og ef hann er að opna stöðuna þá er hann bara með ágætis stöðu. Og ég var ekki alveg viss hvernig þetta svara sem leika en dróning A5 virkaði svona eðlilegasti leikurinn. En svona eftir að ég er búinn að skoða þetta þá myndi ég segja að það væri bara mistök að leika dróning A5. Ég myndi mæla með H5 og segjum dróning D2, dróning A5, biskup B5 og þá er hérna ágætt laust bara að leika riddari E5. Það er með kóng, hrókur C8, þetta er eitthvað sem ég skoðaði og hrókur C7. Þetta er svona fínt plan sem ég sýnist ganga upp. Leika kóngur C8 og kóngur B8. Og ég persónulega fíla svartstöðuna mjög vel hérna sko, með C-línuna og ég sé ekki alveg planið hjá hvítum sko. Hvíti getur kannski líka biskup B5 en þá bara dróning D7 og ef hann leikur riddari D5 þá bara aftur dróning D8 og hótum E6 en hvíti getur auðvitað þráleikið þar en það er náttúrulega ekkert til útflutnings. En ok, ég leik dróning A5, biskup B5, góða leikur, H6, stripið, B-tripur og dróning D3. Hann er náttúrulega valdur á F5 og vill gera allt til að koma við fyrir leiki E6. Dróning G5, þá fyrir ég að hóta E6, hrókur D1, kemur við fyrir það. Og hérna svona fór að renna með tvær grímur, ég var ekki alveg viss hvernig ég átt að tefla þetta, svolítið erfitt að þessi riddari F5 er dálítið pirrandi en mér leik nú ekki nógu vel á að tefla þetta svona einhvern veginn en með hugmyndin að leika E5 en ég hafði ekki alveg einhvern veginn trú á þessu sko. Ég ákvað bara að fara með kantpiðið mín hérna áfram og kannski með einhverja hugmyndir eins og hrókur A5 eða hrókur H5. Hann leik H3. Já, hérna var bara tíminn farin að minnka hjá mér og ég ákvað að fórna peði bara. Þess að drap á D6, kóngur E7, hrókur D1, biskup E8. Og þá kannski fyrir mér ég myndi fá eitthvað spil hérna fyrir peði með hrókur G5 en hvítir auðvitað með betra, hann er peði yfir en ég náði spilið sko. Hérna er hugmyndin biskup B5, biskup G6 og hér var ég bara mínútu klukku nú leik hrókur D8 sem er ekki nákvæmt. Ég myndi segja hrókur G8 og þá ég held að sé rosalega erfitt fyrir hvítan að vinna þessa stöðu. Ég hóta F5. Ok, ég leik hrókur D8, hrókur E2, nátti ég aftur að leika hrókur D8.
en lék hróku D4 sem voru mistök og hann kom hérna með þrususterkan leik riddari D2 sem mér hafði bara yfirsést þessi leikur. Riddarinn frá F3 og hann leikur riddari F3 og svo vann hann peðið og ég tapaði. Þannig að þetta var svona athyglisvert. Þessi riddari F5 leikur hérna mjög sjaldgæfur en dálítið tricky sko. Því dróning A5 lítur svo eðlilega út en eftir biskup B5 þá fær hvítur bara heldur betra. En eftir því sem ég best þá H5 sem Hans Niemann hefur telt, það virðist nú vera fínn leikur sko. Ég held að svartur eigi alveg að fá eða alveg sín færi í því sko. Já, en þá það skák nr. 2. Já, það skák nr. 2. Hér fékk ég Mikael Mansouri Jakobsen frá Danmörku og það var enskur leikur með C6 í þriðja leik. Ég nú stundum telt þetta. Riddari F3, hann teflir alltaf svona. D5, skipur, dróning B6, riddari B3, A5, D3 ágætisleikur. Nú A4 er ein lína hérna líka, þá svartur Attriksson leika riddari D5 og fórna peði og leikur biskup H3 og kemur í veg fyrir að hvít getur hrókerað og það er svona talið að svartur fái ágætis bætur sko fyrir peð og því að hvít getur ekki hrókerað og riddarinn á B3 er svona hangandi eða sem sagt drottningin verður alltaf að valda og það er ýmsar áætlanir riddari D7 biskupinn fyrir út og svo kannski langkrókir á H5, H4, eitthvað svoleiðis. Bara svona nefnið þeir svona sem auka variant. En D3, A4, riddari D2, riddari D3, hróking, drepið og andstæðingurinn minn teldi þetta allt á ljóshraða. Þekkti þetta greinilega dálítið. Og ég leik biskup E7. Hrókur 1, riddari G6, riddari G3. Nú hérna leik ég dróning A5, ég var ekki alveg viss en það er þetta að leika biskup E6 og svo er þetta líka þetta hrókera, getur telt svona og biskup D4 og svartur er alveg með nóg bætur fyrir peð hérna, virðist vera. Dróning H5 til dæmis engin leikur út af hrókur A5 og hér má taka á F2, það er einhver lína og þetta er allt í lagi staða á svartan sko, það er svo opið fyrir hvítakónginn þannig að það er allt í lagi bara hrókeri hérna og gefa peð og D5 virðist vera en ég leik dróning A5 og hann leik B4 á nanosekundum sem var svona aðeins óþægilegt sko og ég drap á B3 biskup B2, ég bjóst nú við þessu biskup G4, dróttir B3 og hrókeraði. Það er svona ég var búinn að eiga svona samtal við sjálfa mig í hausnum þarna svona allir leikir sem ég leiki eru nokkuð eðlilegir þannig að þetta getur ekki verið svo slæmt hugsa ég. Ég sé þetta að hann getur drepið á B7 sem hann gerir og það er sem sagt, ég er alltaf með counter sko, ég har alltaf biskup B4 ef ég ætti leik. En hann drepur á B7, hótur á C6, ég leik hrókur FC8 og sá fram á að fyrir peðið þá fæ ég náttúrulega opna línur, hrókur B8 getur verið hótun. Ég þarf náttúrulega aðeins að pæla í, þurfti náttúrulega aðeins að reikna þetta út, hrókur drepur E7, hrókur B8 og hann drap á F7 hérna. Ég grunaði nú að hann færi í þetta og ég leik dróning A6, hót á D3 og B7 þetta og hann drap á G7. Ég bjóst nú reynda við þessu öllu. Ég var ekkert alveg viss hvernig þetta væri en ég taldi að mínir möguleikar væri ekkert verri sko. Hann er með
Sem sagt, liðið svo skrítið, hann með 2 kalla og 3 peð upp í drottningu. En svo náttúrulega spurning hvernig kallarnir vinna saman, sko. Það smá vesen hérna á D2 og ég hugsanlega að fara að koma með ritarinn á D4 og hann aðeins veikur á hvíturritarnum. Hann leik ritari F1 og ég leik ritari D4. Ég var náttúrulega að teflita á smá krafti ef ég ætla að ná frumkvæði, haldi í það. Og ritarinn A3, skák og E2, kongur H1 og drottning D2 og hér hóta ég hrókur hliðinum og hann svona í smá praktísku vandamál, sko. En hér átt hann sem sagt, hér leik hann H3 og það afleikur. En samkvæmt skákreiknum þá átt hann að leika biskup E7 og biskup A3 til að valda C1-reitin. En það rosalega svona ónáttúrulegi leikir og svona undarlegi leikir, ekki svona mannlegi leikir myndi ég segja. Og tölva að segja þetta sé jöfn staða, ég veit ekki hvað það segir mann í rauninni, það náttúrulega segir mann ekki neitt í rauninni. Það fyrsta sem mér dettur í hug að ég myndi nú leika kannski biskup E6 hérna. Mér finnst nú þægilega að tefla þetta svart, sko, ég myndi nú segja það. Hrókurinn á hennum eitthvað, veit ekki alveg hvað hann að gera í skákinni, sko. Hann hangir alltaf á A2 og já, ég veit ekki, það er erfitt að segja, en maður þrætti vist ekki við tölvurnar. En nóg um það, hann leik H3, ég skákaði kongur H2 og þá drap ég bara og hérna fann ég einfalda lausn, bara biskup E6 og ég skrá fram á að hann ætti svolítið praktískt vandamál í borðinu, drottning E1 að koma, drottning G1 og hann gerir á F2 líka og hann leik biskup F3 og hann náttúrulega í tímarhækki hérna og þá kom drottning E1 og dreipið og hann gaf hérna, en það leikur kongur H1 og dreip ég og svo það bara gamla góða svikamillan hérna, næpar í alla kallan hans. Já, ég var nokkuð ánægður með þessa skák, það var svona, útreikningarnir voru alveg fínir þó þetta væri morgunumferð og við vorum báðir að leika þessi mörgum svona leikjum sem tölvurnar mæla með, sko, eins og hérna, þetta er allt það sem tölvur mæla með og það er rauninni bara þessi H3-leikur hjá honum sem er fyrir út af sporinu, sko. En ég skil það svo sem ég myndi að þetta væri alltaf óþægilegri staða fyrir hvítan að tefla. Já, ég vona einhver að gagn og gaman að þessu. Takk fyrir.